Já, heldur betur. Við erum mættir, strákar. Við erum mættir. Guðlaugur Þór Þórðarson, mættu til okkar í settið, velkominn. Takk. Ef ekki bara, sko þetta svo skrítið, við verðum aðeins að koma inn á það. Já. Og við fengum sparkið úr AHA-höllinni. Við vorum heimilislausir eina viku. Já, en nú erum við komin í nýtt stúdíu og AHA bara, þeir svá ekki á nóttunni, herri ég sko, við að leita. Og við erum komin í heldur betur flott húsnæði sem við lökum til að sýna ykkur. Já. Þátturinn í dag ekki mynd, eins og glöggi takk eftir. En við fengum enga sér Guðlaug Þór til þess að víja þetta fyrir okkur, klifta borðan þegar hann mætti og þetta ekkert persónulega gegn honum að vera loksis ekki mynd þegar hann mætir sko. Hvert á móti sko, það algjör synd í raun og veru. Ég miður mín sko. Hvað skilaboð þetta? Já, en vindum okkur þá bara í fyrstu spurningu, Guðlaugur. Nú voru oft talað þessu tvær fylkingar innan Sjálfstæðisflokksins. Bjarni Bensi höfðu annara fylkingar en þú hinnar. Þið óvinnir á bak við tjöldin? Anda köldu þarna? Nei. Nei, alls ekki. Það þetta nú svona meira kannski fjölmiðla leikfimi, en allt í góðu með það. En nei, og ég og Bjarni við höfum átt margar mjög góða stundir. Ég held að ég geti fullyrt það almennt leiðist okkur ekki saman. Nei, algjörlega. Já, sko. Vísar þessu bara til föðurhúsina. Mér langar að nefna bara sem dæmi bara seinastliðið vor, það sem að þú vannst Áslaugu í prófkjöri. Þetta ekki tveir vængir innan Sjálfstæðisflokksins að berjast? Þetta meira bara heilbrigður prófkjörsbardagi? Sko, þú veist, í stjórnmálum eins og lífinu, sko, það alls konar intrigur og þetta sko, einhver sagði ágæti maður að lífið ekki líknarstofnun. Já. Og þannig að sko, þannig að menn spyrja býtu, er Sjálfstæðisflokkurinn himnaríki að gjöra, sko? Já. Nei, þetta ekkert alveg dýri í háskóginum í lokin, sko, það ekki þannig, sko, en þegar Sjálfstæðisflokkurinn hefur vegnað vel og þá hafa menn vita því að standa saman þegar skiptir máli. En síðan erum við náttúrulega alltaf að keppa sæti í liðinu, sko. Já. Og þetta ekkert langt frá fótboltasamlingunni. Nei. Eiginlega bara mjög líkt. Ef þú spila hópíþrótt eins og fótbolta. Það veltur þetta alltaf því, ég meina, nú veit ég ekkert eins og margir vita, ég er Liverpool-aðdáandi, ég veit ekki hvort þessi vini núna. Nei. Er þetta í útsettingu núna? Nei, ég meina, þetta einu alveg að sama, sko. Og það auðvitað samkeppni á milli manna og jafnvel þannig, og ég meina aftur, höldum okkur íþróttalíkingarnar, það alveg frægt dæmi að fólk sem spila mjög vel saman, að það talar ekki saman við hvort annað, sko, þegar að leiknum líkur. En þannig það nú sannlega ekki milli mín og Bjarna, langur við frá, en auðvitað gengur á ýmsu í stóri fjölskyldu, skáraværi hann, sko. Já. Algjörlega, vel svarað. Eiginkona þín ég mynd treysti, heilbrigð og dugnaðar. Er góða standið á þér henni að þakka? Ég nú einhvern tíðan sagt, sko, því minnst matur svo góður, sko, að ég var ekki giftur Ágústu, þá var ég færður á milli með liftara, sko. Ég veit ekki hvort það svari spurningunni. Jú, ágætlega. Ég vil ekki að segja bara það sé ágætis aðhald, en það ekki bara hún, heldur börnin, eldri drengurinn, hann að skrifa bækur næringafræði og frábær einkaþjálfari. Þannig að þú veist, hún svo sannarlega leggur línunar og ég er búin að læra mjög mikið af henni. Já. Færðu oft pistilinn? Hún svona, ef ekki að segja þetta sé óbein skilaboð. Já. Og ég hef sagt ofta að ég gekk í Sjálfstæðisflokkinn, ég þoli ekki láta segja mig fyrir verkum, sko. Það bara þannig, sko. Hefur alltaf verið og mér finnst líka þess vegna ég bara lítið fyrir boð og bönn. Mér finnst ég að hvetja fólk og vera jákvæða hvata og hvatningu. Þannig að hún náttúrulega löngu búin að læra það að hella sér yfir mig út af slíku er ekki rétta leiðin. En ég er ekkit alveg alls ekki að ég hafi ekki áhuga á þessu. En bara svo ég segi alveg svo að ég bara eftir að ég hætti að vera mun yngri en ég er og maður var bara í fótbolta og það alveg saman hvað maður borðaði, það bara rann að manni og hvað maður var í íþróttum. Að þá ég þarf að hafa mikið fyrir því að bara sjá til þess að maður svona passi í fötin, sko. Og en það líka bara skiptir miklu máli að
að pæla í þessu því að og mér finnst Íslingar ekki alveg að fatta og ég ætti að vita í eldri drengin að við til þess hvað maturinn kemur. Veist, það alls konar drasl sem til og svo sannarlega hefur maður neitt mikið af því og þú veist, maður leggur, ekki ég á ekki eins og bíl og engan áhuga bílum en margir leggja mikið í bílana sínu og eigur sínar þetta þarf maður ekki að hugsa líkamann og heilsuna. Algjörlega. Ég meina, það bara þannig að bara besta setning sem ég heyrt að heilbrigður maður bara fullt á óskum en veikum maður bara meina og það alveg þvílík forréttindi að vera heilsuhraustur en ef maður passar sig ekki þá auðvitað að fara út af sporinu. Skemmtileg lína. Já. 7-9-13 alltaf. Já, 7-9-13. Já, mjög gott. AHA-menn, þeir eru mjög umhverfisvennir og þeir eru hrikalega ánægðir með gestkvöldsins, það verður að segjast. Já, þeir báðu nú bara sérstaklega hann, sko. Og hér kemur tungubrjóðurinn, sko. Umhverfis, orku og loftslagsmálar á þeirra. Var ekki hægt að bæta fleiri titlum hann við það? Ég sagði ekki, klippið þetta út. Þeir spyrja einfallega, hversu lengi á að brenna olíu til að framleiða raforku á Íslandi? Svo fyndi að því ég með spjaldið, ég var að koma inn akkurat út af því. Þetta náttúrulega ekki báðilegt. Nei. Þetta algjörlega frálegt. Og en ég bara kem að þessu, mér líður svolítið eins og slökkviliðsmanni, en það síst ekki að reyna, og ég næ ekki að slökkva þess elda því miður og ég átti ykkur á því að þetta svo vont að núna út af þessari stöðu, það verið að brenna það mikið olíu, allt það sem við erum búin að spara út af rafbílavæðingu frá 2010, CO2-lósun, það bara fer, sko. Og ég semst annars vegar og var nú einmitt í samræðum við orkumálastjóra áðan að hún að reyna að gera allt það sem hún getur og það að gera eitthvað til að lina þetta núna en svo náttúrulega að huga því að þetta gerist ekki aftur því öllu óbreyttu heldur þetta áfram. Þannig að stuttasvarið að við erum bara, ég veit ekki hvort þið vilja heyra allt það sem ég að gera, ég að fara yfir þingin á morgun en við erum að gera mjög margt til þess að reyna að slökkva þess elda og sjá til þess að þetta gerist ekki aftur. En stóra einstaka máli bara þetta og það spennandi, það svo sannarlega áskonun. En það svakalega spennandi að við erum búin að setja okkur stór markmið í loftslagsmálum. Og að því að tala heitið, að ég bara ekki haft tíma til þess en ég var að hugsa að býta á ekki að beita þeim fyrir, ég heiti bara loftslagsáþenni, þetta snýst það. Sko. Það rýmir allt saman. Sko. Og við Íslendingar okkur finnst það bara svo sjálfsagt. Við erum búin að fara í gegnum tvær svona loftslagsbyltingar. Annars vegar þau voru rafvættum, notum vatn til að framleiða rafmagn, sem aðri gerðu ekki. Og svo hitaveituvæðingin. Já. Og þetta ekkert smá mál. Það þýðir það að við hefum bara 15% eftir sem við þurfum að brúa til þess, en það vísu mjög stórt, til þess að loka hringnum. En það verkefni og ég einmitt á morgun að tala fyrir rammanum sem grunnuna þessu, það eru margir þættir, en við okkar verkefni núna að verða bara meðal allra fremstu þjóða, vonandi fremst, þegar kemur að því að vera bara sjálfbær þegar kemur að umhverfisvænum orkugjöfum og orkugjöfum. Mjög gott. Rammaáætlun, góða. Það alveg hugtak sem að kannski ekki allir skilja, en við vorum aðeins að höggva eftir í heimavörni hjá okkur að þú átt KSÍ-feril, skráður í Fjölni í dag. Hversu góðu varstu? Byrjum að því. Þetta fer svolítið eftir hvað klukkan og hvað ég er búin að fá með mikið, sko. Nei, ég var duglegur. Já. Hvað stöðuspilari? Miðjunni. Já. Byrjaði í bakverðinum. Svo ég veit ekki að rétt á einn þjálfari talaði með sem mjög góður þjálfari, sko. Hann sagði að ég er í vandræði með hvað ég láta þig spila, sko. Þú ert rosalega duglegur, sko. Og hafa í bakverðinum, sko. Þú bara rosalega duglegur, fljótur þú getur eiginlega ekki gefa hann, sko. Bakverðinum svona og ég pælti í hafsendinu, sko. Og þú ert rosalega duglegur, sko. Og harður, góður í tekningunum, sko. Þú getur ekki skallað. Svo tók að hverja einustu stöðu svona fyrir, sko. Var bara frammi sem ég held að vera nú kannski einhver von, sko. Nei, þá var það þannig ég gæti ekki skorað. Og þegar ég hætti í fótboltanum, þá var það þannig að ég þurfti að fara í undirbúin fyrir kosningar. Ég var tvítugur í Borgarnesi. Gæti ekki fara í æfingaferð. Hringdi í þjálfarann, sko. Og hann dæsti rosalega mikið, sko. Bara, þú
þú veist þarna, og ég vissi að þetta var erfitt, þetta var gamla línu símtali, sko, og ég vissi hann mjög söktur, sko, og hann bara, þú veist, þetta voru svo nokkra mínútur bara, sagði ekki neitt og svo kom loksins og ég held bara, Gulli, þú verður að koma át svo góður, bara upp á, þarna, það er ekki að byggja spil upp og það er eitthvað skilu upp gáleitt, sko, svo bara kom, Gulli, þú verður að koma. Þú ert svo góður fyrir móralin. Þannig að ég var ágættur í tæklingu, svo held ég verið þokkalegur fyrir móralin líka. Já. Hvernig hættir þú? Veitu, sorry, maður skjóta einu. líftu. Þú átt að líka við einn Liverpool-leikmann. Mátt velja einn, semst, þú sem leikmaður og einn Liverpool-leikmaður. Það sé ekki Sami Lee, ég hugsa það, sko. Já, ég hef séð hann á hliðarlínunni. Ég vona að útliti sig ekki alveg, sko, en hann var orsalega harður. Eða Tommy Smith, ég veit það ekki. Ég þótti harður, þarna var svona ekkert að gefa neina afslætti í því. Nei. Þarna, en boltinn var kannski ekki alveg bestu vinur minn. en ég held að bara, þú veist, já, að líka með Liverpool-leikmann svolítið svona, það svolítið langsótt. Já, ok. Næsta spurning frá Barjón Mosó. Þeir vilja vita, þeir eru mjög áhugasamir hjónabandið þitt. Og skilja hreinlega ekki hvernig hún fórst að þessu. Næsta spurning því þessu. Þeir skilja ekki, sko. Nú starfaðu umhverfið sem gætir verið atvinnulaus á morgunni þess vegna. Er það ákveðið öryggi og léttir að lótið þetta einhvern til að bakka upp eða allt fyrir rugl? Það var nú sannlega ekki lótið. Ég stannir öruglega ekki út af því, sko. En þarna, já, ég meina stundum með að maður bara heppin. Það bara þannig. En það rosalega mikilvægt að eiga góða eiginkonu og góða maka. Já. Ég bara mjög þakkláttur. Voru heppnari aðalinn? Hún alls ekki heppni aðalinn, sko. Ég held að þessar spurningar bara, það summið ágætlega upp, sko. Ég held að enginn hafi gengið águst og sagt rosaldu heppin að náði Gulla, sko. Ég held að það sé ekki þannig, sko. Hreyfilsmenn, þá langaðis ef við vendum hvað okkur í kross. Þeir voru að spá, þú varst utanríkisráðherra og hitti marga merka menn og konur. Hvernig var skemmtilegast að hitta? Boris Johnson. Já. By far, sko. Það var ógleyma, þú veist, við náttúrulega, ég þekki marga breskra stjórnmálamenn og bara í langan tíma og við áttum marga sameiginlega svona vini og kunningja. En þekktumst ekkert, sko. En þarna svo bauða mér í utanríkisráðuneyti í London og þeir voru VS-samnings bresku embættismenn, þeir voru þetta örugglega erfiðasti fundur sem áttu síðan seinni heimsstyrjöld, sko. Gæinn náttúrulega, hann alveg fór á kostum, sko. Og ég byrjaði að, sko, ég var þarna og það var að vísu, ég var að hlýtingu fyrirlestur og ég var búinn að finna að því svolítið áhuga á sögu og ég mundi eftir að Egill Skallagrímsson, hann hafði, sko, þegar Þóróli bróðir hans dó þá var hann að berjast fyrir enskan kóng og ég fór eitthvað garf í því og niðurstaðan svo þetta svona upphafi enskri þjóðninshyggju þessu orusta og þetta var svona í miðri Brexit og ég var eitthvað svona leggja út frá því að við strákarnir á Borgarnesi og Egill Skallagrímsson væri að mæta til að bjarga, sko, englendingunum og var svolítið svona hugsa þetta en og ég kem, semst ég vissi eins og náttúrulega eins og allir vita að Boris mikið Churchill-aðdáandi og ég búið að finna rosalega flotta mynd sem ég gaf honum að Churchill í Reykjavík og ég gef honum þessa mynd og hann bara wow, great picture wow, what was Churchill doing in Reykjavík og ég byrjaði að sló eitthvað og bara that was when you invaded us svo leita hann á embættismennina why did you invade Iceland og embættismennin bara sukkunni þetta var hernámið og bara I'm terribly sorry breski utanríkisráðherrann að biðjast afsökunar á hernáminu, sko og ég byrja eitthvað svona að reyna að laga þetta því að embættismennin voru alveg að fara á taugum, sko og það er að segja bresku og ég sagði nei, no, don't worry just during the Viking times you're just helping us and helping you like you did during the Viking times. You raided our churches and raped our women. You helped us in a very peculiar way. Og þá bara fór ég bara að eyða þessu
og fundurinn var allur svo, þetta var alvarlegur ekkert undirtónn, eða alvarlegur undirtónn, ég meina hann og má segja frá því núna að hann náttúrulega, að því ég hef aldrei skilið þessa, sko, breytni kursu bara að fara út og þeirra fulla rétt á því og það voru allir í einhverju hysteríu kasti, þarna, kollega mínir, svona meira að minna út af þessu, en ég reyndi bara að tala svona, þú veist, við þurfum að halda áfram og aðalatrið var ekki, það ekki rofa á viðskiptum og öðru slíku, þeir breytir ekkert að fara neitt, þeir ekkert að fara í Indlandshaf, skilu, þeir bara eru þarna. Já. Og hann sagði þarna byrjaði að þakka mig fyrir það. You're not only our best friend in Europe, you're our only friend in Europe. En það var líka, sko, á þeim tíma sem ég var, ég meina það var aldrei verið, sko, þéttari samskipti milli Íslands og Bretlands. Og það beggja hagur, svo sannlega okkar. Já. Og það illa gemt leyndarmál að samningun sem ég gerði við og var miklu betri heldur, það konum bara í gegnum ríkisstjórn, sko. Það var 93% tollfrjáls aðgangur af sjávarafvinnu á Bretlandsmarkað, en það fór eins og það fór, sko, en ekki að góður samningur sem við náðum, en aðalatrið það að þessar tvær þjóðir, þetta snýst ekki fótboltali, sko, þú heldur ekki með Bretlandi og Hollandi og slíkt, við bara, sko, þær þjóðir og talandi Churchill, að hann benti á það réttilega að sagði það hreint og klárt að það land sem að stýrði Íslandi væri með byssuna á gagnuðunni á Bretlandi, Bandaríkjunum og Kanada og það ekkert breyst og við erum strategist mjög mikilvægir. En við erum bara svona lánsamir að hafa nágrana sem eru, sko, lýðræðistjóðir í virða mannrétti þó við getum allar skoðan á því og við eigum að hafa mjög þétt samstarf við þá. Það algjörlega okkar hagur og ég var mjög ánægður á minn tíð, þessum 5 ára tíð sem utanríkisráðherra að samskiptin Bretland fór nokkuð með núlli og Bandaríkin líka í bara mjög þétt og gott samstarf sem okkar hagur. Já, algjörlega. En hann var eftir að senda mig skilabóð þetta nú að segja þetta í Apple Watchinu mínu, Mike Pence sára að fá ekki sjátat. Ha? Hann sára að þú nefndir hann ekki. Já, Pence var þarna, hann bara kom príðilega fyrir og hann stóð vaktina þarna þegar hann þurfti þess. Já. Ekki á Íslandi, ég að vísa í það. Er hann jafn skemmtilegur að Boris? Nei, það engin jafn skemmtilegur að Boris. En eins og Mike Pence var þarna, hann var eins og algjörlega búinn á því þegar hann kom. Já. Hann var rosalega þreyttur. En þessi viðskiptahags sendin, eða semst þarna fundur og þetta hjálpaði íslensku fyrirtæki mjög. Og ég bara veit það frá fyrstu hendi. Og það var náttúrulega og svo náttúrulega Mike Pompeo, hann fór nú mjög vel á með okkur líka. Og þegar hann kom í Hörpu og allar myndavélarnar, af því að ég hefði hitt hann 2 vikum áður og var að spyrja hann bara allir í alvöru ekki að sinna Íslandið, fór með þessar sömu möntru, sko. Og hann sagði bara, I would like to come to Iceland. Og ég bara, sure, anytime. 3 vikur seinna hann kominn og svo gengur hann inn í Hörpu. Gengur inn og allir myndavélarnar bendir á mig sig. You didn't believe me when I told you I want to come to Iceland. Hann var mjög flottur líka en þú veist, það bara misjætt, sko, auðvitað þannig að þetta svolítið misjætt bara bæði hvernig hún sami við, þetta bara eins og í lífinu, hvernig hún sem fólk, en svo þetta oft mjög stuttu tími, en það sem að vakti aðtíma með Pence bara, hann var búin að fara í svo ógeðslega töff ferðalag og þetta var síðasti stoppi og hann var leit vel á myndum alltaf, menn hann var alveg búinn á því, sko. Já, greikallin. En að því þú tókst þarna smá fótboltasamlingu, mér langar aðeins að taka aðra. Hvernig þetta, að því þetta eins og þú segir, þetta var alltaf skemmtilegu fundur með Boris Johnson, en oft þetta bara alvarlegi fundir og jafnvel álitamál. Þetta svona eins og í boltanum, þar sem menn eru bara að slást á daginn og síðan dettið á kvöldin, hefur einhvern tímann tekið það bara? Já, það svo mislægt í karakter. Fyrsta lagi, þó svo að þessi fundur hjá Boris, auðvitað var þetta þannig og báðir eru kannski svona frekar léttir. Það var alvarlegur undirtónn. Já, algjörlega. Og við vorum, það sem við gerðum og það sem við ákvaðum að fara í, það bara gekk allt eftir. En hins vegar þetta bara mislægt eftir karakter, sko. Og bara fólk bara, og sko þetta þegar ég og það skiptir ekki máli hvort ég utanríkisráðherra núna í minni stöðu, að ég fulltrúi Íslands, náttúrulega sérstaklega sem utanríkisráðherra. Og þá var það bara mitt hlutverk að reyna alltaf að koma vel við fólk. Já. Ég var ekki að mæta þó ég hefði einhverja skoðanir og stjórnmálaskoðum einhvers og bara segja, þú ert svona, það var bara mitt hlutverk að reyna á tengingu við fólk og til þess að það ekki tilvílun og það gerði verkum að það komu bara ótrúlega margir hingað, við nefndum
Pence og Pompeo en það voru allir norrænur ráðherrarnir og það voru allir sem vildu koma eitthvað. Ég fór alltaf mjög vel með þá. Algjörlega. Fór með þá þarna út á land og þeir upplýðu eitthvað sem ég gera alveg, því að vanalega ferðu á svona fundi og það var alla höfuborgina eins og þú ert bara í skrifstofubyggingum og ég vildi líka sýna þeim land og þjóð en svo var líka ná tengingu því að maður þurfti alltaf síðan að taka upp símann og ringi þá og biðja þá einhverja greiða. Það var alltaf eitthvað sem að koma upp á. Þú vissi aldrei hvað, sko. Þannig að auðvitað var það þannig að það voru erfiðir fundir en allir kannski erfiðustu fundir að við erum sko Lavrov og Putin en þarna mér tókst nú að ergja Putin svolítið hressilega. Er það? Þorður að standa upp í hárun á honum eða skilur hvernig er að horfa á Putin bara? Byrjum á því. Lítið þekkir mig sko. Þarna, já, ég ber virðingu fyrir öllu fólki en ég ekkert að skipta einhver máli, skilur, þú ert ekkert að má að gera það, það ber virðingu fyrir öllum. En hins vegar þegar menn fara bara alveg út á tún, skilur, að þá bara, þú veist, það er enginn að messa eitthvað við utanríkisráðherra Íslands, sko. Og ég er ekkert að einhverju, sko, neikvæðu merkingu, skilur, en þú verður að standa fyrir þína þjóð. Akkurat. Ef út í hlutverki sem utanríkisráðherra Íslands, þá koma stundir sem þú bara segja, nei, þetta er ekki að virka, sko. Þó að sé Putin. Já, þetta gerðist þannig að þarna var með Guðna forseta og þetta er þannig að hann er náttúrulega forseti en ekki svona pólitísku forseti þannig að þessum utanríkisráðherra með honum og fundum eins og þessum. Þannig að hann ræðir svona almennt málin skilur sem þjóðhöfingi en Putin er bæði þjóðhöfingi og forseti. Og Putin fór eitthvað að segja sko já þið viljum bæði og þjóð vilja ekki verið í Evrópusambandinu sko en við skiljum ekkert af hverju því að taka þátt í þessu rugli með þeim og það er þessu röngtúlkun hjá honum, allt í góð með það. Það er refsiaðgerðnar og maður getur ekki keypt lengur sko, þarna af ykkur fisk og ég sagði bara nei og Guðni réttilega sagði ég fór í menningamál og slíkt en segði hérna með utanríkisráðherra til að ræða þessi mál og ég sagði þetta stemmi nú ekki alveg sko vegna þess að það eru þið sem að setja sko þarna fyrsta lagi fór ég yfir bara sögu þjóðana því að þjóðirnar þó að ríkin hafi kannski ekki verið sikkur megin að þjóðirnar hafa átt mjög gott samstöngum tíðina. Ég segi bent honum á það að við hefum mjög gott vinaþjóðir svona langan tíma og þess vegna var mikið vonbrigði vegna þess að þeir settu viðskiptabanni okkur. Að þeir skildu taka okkur út og það var erfitt fyrir mig að útskýra út af vináttusamkomulaginu vináttu þjóðana að útskýra okkur rússar tóku okkur út með því að taka sjávarútveginn sérstaklega og landbúnaðinn. Og þá sagði nei, þetta er út af Evrópusambandinu og ég sagði nei. Það stemmir ekki, sko. Þá höfðu tekið iðnaðinn, sko. Og þá fór hann úr skónum, sko. Losaði skóþvingin, sko, sem er á rússnesku bara, við komum degi bara algjörlega að halda kjafti, sko. Og það fór alltaf á annan endan á fundinu, sko. En svo tók hann, og það var árið svona mjög tensa, sko. Já. En svo tók hann smá ræðu það í lokin og sagði ekki ég hafði eftir mér en það er bara ákveður svindli ekki á þessu eins og Evrópusambandið og það var svona ákveðin útlegging og eitthvað en á þessum tíma sem á alltaf annar staðar og það var ekki þannig að maður veri búið sem bara íslensku og vera með einhverju stæla, alls ekki. Þú reynir að koma frá öllum fundum þannig að viðmælendur líki vel við þig. Það er bara útgangspunkt. Þú átt að mæta alltaf þannig og þú ert að reyna að ná tengingu við viðmælendan, alveg sama hver það er en þú verður að standa fast á þínu prinsipum og hagsmunu þinnar þjóðar. Já. Og þess vegna til dæmis og menn átta sig ekki alveg á því þegar tala miklu stærra í útlöndum það var ekki alveg eins og í mannréttaráðinu. Það hefur aldrei áður verið farið á stað og gagnrýnt Sádi-Arabíu í mannréttaráðinu fyrir við gerum það. Það er svoleiðis. Það er bara aldrei við gert. Og ég hugsaði bara og þetta var bara að fundi í Valhöll þegar ég var að kynna við að því að þetta datt inn það var út af því ég er fyrstu utanríkisráðherrann sem að ávarpaði mannréttaráðið og þá fór ég bara í sérstaklega þá aðalega sem eru í stjórn mannréttaráðsins, það er margir mannréttaráðin bara getur satt að sé í stjórninni og bara þeir ætti að ganga með góðu fordæmi og ég gagnrýndi mjög Filippseyjar og Sádi-Arabíu og slíkt og þannig þegar Bandaríkjamenn gengu út þá var komið til okkar og sagt viljið þið ekki stíga inn það var ekki þannig að við skildum og ganga inn og ég ákvað bara þegar við fórum og mitt fólk ég hugsaði bara ég er ekkert að vera til þess að þú veist bara hanga þarna sko. Já. Þannig að við fórum bara í þá sem eru þar með talið Sádi-Arabíu sem enginn hafi þóra að bara hægt einhver ástæð ekki fara í og bara hægt, heyrðu,
þið eru hérna í hérna fórust í mannréttaráðinu. Það bara rosalega mikið sem þið þurfa að vinna í, sko. Og hérna, og þegar ég tek allt það sem ég gerði og ég mjög stoltur af því og ég ger ekkert einn. Það utanríkisþjónustan fullt af frábæru fólki ég með mjög góða 2 aðstofamenn og frábært fólk að það sem stendur eiginlega kannski mest upp úr eru þegar 2 mennskjur koma á skrifstofunum mína. Annars vegar þetta Rísa sem hérna nú fengið friðarverðlaun þarna Nobels og sömuleiðis kom kona frá Sádi-Arabíu, sett á skrifstofunum mína og þökkum mig persónulega fyrir hvað við gert. Rísa sagði bara þetta bjargaði lífið mínu, að þið skildu ganga svo fram, halda prófílnum uppi. Og hinn sömuleiðis þakkaði mér að því að systirna var nú sett í fangelsi fyrir að gera bíl, sko. Já. Og hérna, og að því að tala um að litla þjóðir skipt ekki máli, sko. Nei, einmitt. Þegar þú situr svona bara eins og við situm hér og manneskjan bara horfir á þig og segir þetta við þig, þá bara veistu, ok, við vorum að gera eitthvað sem skiptir máli, sko. Já, akkurat. Já, mikilvægt. Já, þetta er nefnilega merkilegt, sko, að fá þess að því að þó við séum 300.000 manna þjóð, þá erum við með sendiherra á erlendri grundu sem að fá rödd eins og þú talar og þá höfum við tækifæri til þess að standa upp fyrir alls konar málstöðum og gera gott. Ég hef góða rálingar frá fyrirvændi forseta Óla Ragnar Grímsson. Hann sagði að þú kemur á fund, ég held að mókist ekkert og ég vitni í hann, hann gerir það örugglega ekki, að þarna, hann sagði, það er enginn að pæli í býtu, er 80 milljónum baku hennar, 500.000 eitthvað. Þú ert að flytja þitt mál. Já. Og ef að þú gerir það þarna vel og þú sjálfur samkvæmur og það er eitthvað vitsjónd að segja, þá hlusta á þig. Já. Þetta er ekki þannig, þetta er bara 300.000. Nei. Eða bara, þetta er bara 2 milljónir. Þetta er ekki þannig, sko. Algjörlega. Kemimenn, þeim er mjög andum rafkemina og vona að þeir séu allir í lagi, en ef þeir eru ekki í lagi þá... Gulur á ekki bíl, þannig að þetta er ekki fælið því. En þeim er líka andum orkumálin sem hafa verið mikið í umræðinni. Og þeir spyrja, erum við að pissa í skóin okkar að ráðast ekki uppbyggingu á virkunum flutningskerfi, sér í lagi með orkuskipti í huga? Málið það sem ég, og það er ekkert leyndamál þegar ég kom inn og ég tek við þessu verkefni og það er bara alls konar umræður, þú veist, og þetta er algjör upplýsing óreiða. Og ég hugsaði bara, heyrðu, við erum myndað með þessi loftslagsmarkmið sem er algjörlega hagur okkar, bæði nútíð og framtíðin á. Og við getum ekki tekið ákvörðun þegar bara þessi umræða er svona, sko. Það veit enginn hvort það vanti enga orku, eða bara ómikil orka, eða bara vanti rosa mikil orku. Og þess vegna setti ég bara staðvinnu sem heitir grænbók, og grænbók er ekki stefna, það er bara að taka stöðuna til að svara akkur þessu spurningu sem þarna eru. Hvernig er þetta flutningskerfi? Já. Þetta er bara svona eins og þetta er bara rafmagnskerfið 101, sko. Hvað þurfum miklu orku í þessu orkuskipti? Hvað þýðir það að sum svæði séu ekki tengd? Bara þessa grundvallar spurningar. Og síðan er það bara þannig að við ætlum að ná þessum markmiðum. Auðvitað þurfum við græn orku til að keyra græn orku og annarkvort búum við hana til eða flytjum hann inn. Já. Eða við segjum þarna þessi með loftslagsmarkmið smámál, við ætlum bara ekki að ná þeim, sko. Það er bara þessi 3 valkostir. Og en síðan er þetta miklu meira, það þurfi að fara betum orkuna, við erum nýtan eins vel, þess vegna komum við orku sparnaða fyrir strax inn í þingið, er að fara að tala fyrir þeim núna á þessu vori og það að fara í loftslagsmarkmið, það er líka, við erum að fara í skógrækt landgræðslu, endurheitt votlendis, við ætlum að byggja hús sem að er ekki mengandi ef að þannig orðið komast og þetta er ekki eitthvað bara mála eins ráð þeirra ríkisstjórn, þetta er þjóðar átak. Hús sem er ekki mengandi. Þá eru bara við CO2-laus, ekki spyrja með teknimál. Já, svansvotor, eitthvað þetta. Ég er venjulegu stjórnmálamaður. Leifur, næsta spurning takk. Gott að ég ekki hotna. Okkar menn í peiti vildi aðeins ræða verðbólguna. Þurfu ekki að ágjöra á Hérlandi, hafi ekki verið að herja verðbólga í meira en 7 ár? Þetta er nú alveg spurning úr allt annari átt, sko. Já, við erum konur í aðra sveiflu og þú veist, það er kannski ekki endilega þitt að svara og þú... Nei, já, við að skilur það er nálgunin alla öðru sér, sko. Og það eru, en sko það eru þetta eilíða mál, sko efnahagsmálin, sko. Eða lögu heldur að þau séu bara komin lag, sko. Þá er það bara ekki þannig. Og það eru undirliggjandi þættir sem að ýta undir verðbólguna
eitt af því sem ég finnst augljóst sko, tengist þessu umhverfismál líka, en við sem náttúrulega kannski, ég er ekki að segja það að við höfum öll að búa einu á stað, en ef það ekki til lóðir á höfuðborgarsvæðinu og allir Reykjavík, við vitum alveg hvað það þýðir sko, frambúð eftirspurn. Já. Það er og ekki reyna að koma með einhverjar sko, og ég er nú alveg lítið, ég meina við erum hér í Kópavogi, þeir eru nú búin að koni held í 40.000 sko, vegna þess að þeir hafa verið að skaffa lóðir, Hafnarfjörður og Garðabær og Mosfellsbær, þetta ekki Seltjarnarnes, en það er ekkert til þar sko. Og ég er ekkert að móti, ég meina inni mínu Akranesi, þeir eru heldur búið að tvöfaldast og þeir sjáu þarna Ölfus og Hveragerði og Selfoss, þetta er allt saman að springa út. Ég hugsa, á hverju má ekki byggja á Kjalarnesi? Þú veist þarna, og ég er náttúrulega í Gráinu, bestu byggingalönd á landinu er Geldinganes og Viðey. Viðey er stærri en Mónakó og því það ég er á móti þéttingu, nei. Það er bara, þú veist, aftur ég er einstaklishyggju maður, ég ætla ekki að segja þér hvar þú ert að búa, sko. Þú veist, ég ætla ekki að segja bara, heyrðu, gott samt að búa í Kópavogi. alls ekki, en jú, reyndar, ok, ég má, það er alls ekki búið, það er okkur vantar góð atkvæði í Reykjavík, nei, ég var að segja, skilur, þarna, bara fólk verður að hafa eitthvað val og eitt útilokkar ekki annað. Nei. Og ég hef búið á mörgum stöðum í borginni og reyndar mörgum stöðum í höfuðborgarsvæðinu og allt hafa sína kost og galla og það er gott að það sé val. Finnst þér ekki gott að búa í Grávogi og hafa dag sem bæjarstjóra? Sefur þið betur á nætunar? Ég er svona að reyna að finna einhverju leið til að tala ekki persónur. Orðaði svo bara þannig að ástæðan fyrir við fluttum í Grávogi bara vegna þess að við vildum vera, það er náttúrulega alveg stórkostlegt að vera þar. Og það er til dæmis sem að menn kannski átt að tala um umhverfismálum. Ég verið upptík umhverfismálum all ævi. Það er ótrúlega gæði og þú getur farið út um allan heim og þú finnur á mörgum stöðum að þú bara vaknar á mótnana eins og í Grávogi og í Árbænum og í Breiðholtum fleiri stöðum. Þú gengur bara út í náttúruna sko. Já. Og þú út í borg sko. Já. Og þegar menn segja þéttingu, já það er mörgum stöðum, ekki eyðileggja Grænhúsveginn, ekki eyðileggja Lungun sko. Og fara að byggja í Laugardalnum svona, er ekki allt í lagi. Hver við fara að byggja í Hyde Park? Ég veit að við erum ekki búin að sko gera þetta, skilurðu, en ekki taka lungu borgarinnar. En ef við samt ekki bara að rífa Reykjavíkurflugvöll, byggja þar? Já, á hverju ættum við að gera það? Af því að, og ég nefndi þetta við Hildi, kollegaðin sem að vonandi að vera næsti bæjarstjóri. Borgarstjóri. Ef þú væri núna að teikna um Reykjavíkurborg, og það væri bara svæði, þú væri með teikningar fram að þig, hver myndi segja, herri já, setjum flugvöll þarna, beint downtown? Ok, sko fyrsta lagi, og ég er nú aðeins ferðast eins og kannski viti, og það er ekki bara því að ég var utanríkisráðherra, það heldur ég bara, og það er bara mjög algengt að það séu sko flugvöllir í miðjum borgum og vanlega er það talin styrkur. Sko, þannig að við erum höfuðborgin og það er að komast til og frá. Það hefur verið erfitt, svona allavega ekki inn í flugi, góð samling, innanlandsflugið. Þetta var gott hjá mér. En þarna, nú er til dæmis og að komum fyrsta rafflugvélin til landsins. Og með við áætlanir þá er ekki setnum 2026 sem er bara eftir sko, það er ekkert á morgun eftir, koma fjöldaframleiddar flugvélar 19 sæta. Rafflugvélar sem að við rekstrarkostnaðin 65-80% lægri heldur núverandi. Það þýðir bara byltingu innanlandsflugi bara hér á næsta, það geta flogið alla flugleiðir. Það þýðir líka bara, það er byltingi í almenningssamgöngum. Og það þýðir þessi flugvellir sem er með fullt af flugstöðum að því að byggðuð upp hérna áður en að innanlandsflugið fór niður, bara, þú ert bara að fljúa, ef þú ætlar á Snæfellsnes, þá flýgur bara Stykkishólm sko. Frá Blönduós þá flýgur á, og það er engin hávaði og ekki neitt. Það er veisla. Það er algjör bylting. Já. Og segja mér þá, heyrðu, já, hendum þessu flugvél, já, ok. Sko þarna, sko, að því það er líka, við erum náttúrulega hagnast mikið á Reykvingar að vera höfuborg, það þurfa allir að koma hingað, þú ert að fara í ráðuneytin, skólana og allar þessar hluti og ef það er að vera ódýrar og umhverfisvænna, loftslagsvænna, að hafa innanlandsflug með þessum hætti, ætlum við þá bara, já, lokum sjoppinu, þannig að bara, og ég skil ekki alveg umræðan, fara í Hvassahraun, býtu, er ég eini mann sem veit að það var eldgos þarna eða? Það er ekki bara fínt. Nei. Nei, menn það er alltaf eitthvað að sjá þau út lendir. Sko. Já, það var að séu svo útsýnisflugið, sko. Ég var svona að horfa á það. Já, ég er ekki sérfræðingur, ég held að það sé rosa erfitt að meta nákvæmlega hvað þetta eldgos kemur, skilur, en það er eitthvað að gerast þarna, sko. Lenda hraunina, já, ok, já. Já,
það fer ekkert á milli mála að þú ert grjótæru púlari. Grjótært að vera með Liverpool-myndina í forsu mynd af Facebook líka, sko. Nei, það má nú deila hvernig sem grjótart eða ekki. Já, mér finnst það hart. Byrjum bara á því, hvernig byrjar að halda með Liverpool? Bara, þú veist, bara í Böðarskunni í Borgarnesi, bara, ég veit ekki hvað ég er, 6-7, bara, þú veist, bara byrja að halda með Liverpool og Kíkan minn maður og bara alveg miður minn 77 þegar hann fór, sko. Og hérna, þú veist ekkert ákvörju. Nei, þú bara ert 6 ára og vel við lið, sko, kannski. Já, og það var ekki þannig ég bara þetta saman, sko. En hvað var Liverpool góður á þessum tíma? Það er nefnilega góð spurning, sko, á þessum tíma. Þetta er svolítið öðruvísi Ísland, sko. Það er bara allt svarthvít þarna. Það er bara, þú veist, bara Bjarni fél bara og maður alltaf í slagsmála með mömmu því hún vildi að maður borðaði, sko, þegar þetta var eitthvað 6:30 eða 7 á laugardögum. Viku gamli leikir, bara, þú veist, ekki 90, þú veist, það var kannski 30 mínútur, þú veist, og maður satt alveg stífur og horfði á þetta, sko. Þeir voru náttúrulega, milli 70-80 voru þeir mjög góðu, milli 80 og 90 náttúrulega stórkostlega. Þannig að þetta var, þeir sem að, það var skríti í göttinu vinir mínir 3, héldum með Manchester City, sem var ekki að gera neitt þá, en þeir voru allir að æfa mark og Joe Corrigan var þeirra hetja, sko. Þeir eru náttúrulega verið frekar góðir svo í einhver áratug, óþólandi núna, en það var Liverpool og svo var svolítið Leeds. Já. Og valdi rétt þar, kannski til langstíma liti. Hvað segirðu? Valdi rétt þar til langstíma liti mögulega? Tími sem var gríðarlega erfur af því að Guð er sérkennilegur humoristi og hérna svo kom bara svona setna í lífinu og þá bara heltust ég með vini mínu sem haldaði með Manchester United. Og ég ætla ekki að halda því fram að allir dagar hafi verið góðir en þeir eru algjörlega óþólandi, það gengur vel hjá þeim, sko. United menn, já. Já, ég ætla Steinur og Glerúsi og allt það. Já, mögulega. Er Klopp besti þjálfari heimi? Já, ég held það. Ok, sko þarna getum orðað þannig að áður en að maður þjálfaði Liverpool og það er ekki eins og ég stúdera Borussia Dortmund eitthvað mikið, ég bara fylgdist með þessu að því að sko þarna þýska deildin er búin núna, það er febrúar, franska deildin er búin, þarna þetta er bara, þú veist, skoska deildin er ennþá lifandi, skilu, þetta er bara suma deildir eru ónýndar og Bayern München Munich, hvernig við segja það, sko, þeir eru svona að því að ég held að ég myndi laga, sko, þú veist slakari með boltan, þú veist þetta ég eldri það er ekki þannig, ég er bara stúdendur í fjármálun alltaf ég heldur þessi nokkurn veginn helmingi ríkar heldur en Borussia Dortmund, næst ríka, sko og þeir kaupa alltaf bestu leikmenn Borussia Dortmund og þeir hafa unnið þetta síðan Klopp hætti og hérna, ég fylgdist aðeins með þessum gæja og líka bara svona, þú veist og ég sagði, ef ég geti valið einn þjálfara að Liverpool, þá myndi ég velja Klopp þetta var algjörlega svona draumur að því að ég held líka, sko, að þú getur alveg, ég meina Pep Guardiola er á nokkuð svo afa stórkostlegu framkvæmdastjóri. Ég geti nefnt einhverja fleiri en ég held að Pep Guardiola og Klopp sé svona þeir sem að standa upp úr. En Guardiola hefur aldrei gert það sama og Klopp að taka sko ekki sterkasta liðið. Þeir voru líka fjárhagsvandræðum þegar hann tekur við, sko. Já, bara smá brunarústum, skilur. Eða þú veist svona Já, ég meina, sko, Liverpool var gjaldþrota. Nei, þá meina ég Dortmund, sko. Já, Dortmund, já, nákvæmlega. Já, og Liverpool líka. Skoða bara net spending, alveg saman hvað tölu sérð. Að ekki það að eigendur Liverpool eru mjög klókir og hérna ekki alltaf verið vinsælir en það skiptir gríðarlega miklu máli hvernig þeir eru en ég held að Klopp hafi líka létt að dræfið Klopp gat farið til allra bestu liða ég meina hver er verið framkvæmdastjóri í Barcelona eða Real Madrid eða PSG þú veist þetta bara einhvern rennur svona saman að því þetta er svo mikil sko, stór fyrirtæki eða stóri klúbbar fjárhagslega og hann gat þarna en hann tekur þennan klúbb að því hann veit það og hann er komin nú þegar á þann stað að hann er orðin legend í þessu félagi næstu 100 árin sko. Og það dræf líka skipti miklu máli og hann er augljóslega, ég meina þetta er engin kjáni, hann vissi alveg að hann var ekki að fá mestu peningana hann var bara að fara að taka mjög erfitt verkefni og þannig að mér fannst hann algjörlega að vera drauma ráðning og við getum endalegt stilt hvort að hann eða Pep Guardiola dettur í sig yngu í hug núna sem að er á þessum stað vegna þess að maður er svo Mourinho þú veist, hann virðist vera svona einhvern veginn svolítið búi hjá honum þarna og Ancelotti góðu þar ímsa taka sko en þarna kannski með bara sá sem hann hættir, bara Ferguson já, ég meina, þú tekir Pop Paisley og þessa hluti en þarna stofna Ormadós þarna sko en hver þarna, sko Guardiola hefur ekki ennþá
klára svona verkefni. Guardiola hefur tekið við tilbúnum liðum, skilur. Þannig, eða allavega, já, ég alveg samanlega hvað það sko. Ég meina, þegar hann gerði náttúrulega stórkurslutin Barcelona, en það vanti aldrei peningi, skilur. Nei. Hann keypti Zlatan, skilur, og hann þurfti eiginlega ekki nota, neða, skilur, það bara gekk ekki upp og það var ekkert mál, sko. Bayern Munich, skilur, gerði það vísu ekki Evrópumeisturum, stórkurslegt lið, bara klára alltaf deildina, ekkert við, sko. En að gera alltaf mjög góð hluti City, rauninni gengur deildin, enska deildin út á það núna, kannski breytist það með Newcastle, United náttúrulega fjárhagslega gríðarlega sterkir en eru á þeim staðir sem eru. Þetta gengur svolítið út af því að Manchester City verði ekki Bayern Munich. Já. Og þarna bara, sko, klopparinn bara, hann þar, sko. Hann þú veist, auðvitað eiginlega alla líkur að City vinda núna, þeir með 9 stig og við hvað, 1 leik til góða, jafnvel við vinnum hann, 6 stig, eru þeir að fara að tapa 3 leikjum, þú veist, meira við? Ólíklegt. Það, þú veist, en stóra málið þetta, menn áttast ekki hvað peningarnir skipta gríðarlega miklu máli, sko. En Liverpool búin eða fullt af pening. Það svona stór munur, nei, saman Chelsea þetta nett síðustu 5 ár, en hérna... Var ekki Liverpool með dýrasta markmann og varnamann í heimi? Jú, við skiptum honum og þeim tveim og Coutinho, basically. Þú veist þarna, ef þú skoðar, ef þú fer bara í netspending, ef þú fer í þarna, allar þessar tölur, bara googlið það, bara þeir sem hlusta, bara googlið það, bara netspending og sjáu bara tölnar og þeir líka hugsa þetta að, þú veist, þá eru, sko, eins og bara, hver mann eftir þessum ógæfu manni þarna sem núna í fangelsi þarna hjá City. Mendy. Já, Mendy, hann kostaði 50 milljónir. Já. Skiptir bara engu máli. Afskrifan bara. Þú veist, ég bara, og það fullt af, sko, mönnum sem að man ekki eftir bakverð, ég get ekki að líta úr bakverðum, byrjaði það sjálfur, skilur, en þarna, marga vinnir sem bakverði, en þarna, skilur, þetta bara, þetta algjört smámál, ég meina, hann kaupir nú að Grealish, kostar 100 milljón punda, og hann ekki að rokka, Já. Skiptir engum máli, ef Liverpool geft 100 milljón punda mann, og bara, hann væri bara eiginlega ekkert mikið í liðinu, sko. Það væri bara headline upp á hvert dag, sko. Já, þetta góða punktur. Salah, hann bestur í heimi? Ég held að hann sé það núna. Já. En hins vegar, og sko, ég samt eitt sem að menn kannski átt að sjá, og ég vona að Salah átti að sjá, vegna þess að Salah alveg ótrúlegur leikmaður, og alveg ótrúlegur karakter. Það ekkert alveg sjálfgefið að hann verður svona góður í öðru lið. Það ekki? Ég meina Messi og PSG hann að gera. Búin að vera ótrúlega lélugur, sko. Það reyndar ráðgátt út af fyrir sig. Það heill þáttur, sko, en já. Nei, að því að sko, það sem að því að við nefnt svo mörg, ég meina, muni eftir Sanchez hjá Arsenal, sko. Ég man eftir Salah hjá Chelsea. Salah og Chelsea, þú veist, Róma, það var ekki rákett mót, skilur. Kemur til Bruyne og Chelsea, sko. Já, þeir eru samt 18-20 kannski ekki sambarlegt. Nei, en ég meina... En þetta alveg rétt, já. Það bara ótalmörg dæmi það að menn færi bara í annar lið og sé ekki af góðir. Coutinho, ef við tala hann. Já, hjá Liverpool bara, þú veist, hann var alveg geggjaður. Þetta Barcelona, það lélt lið, nei. Ætti hann ekki verið sterkari með þessu stórkostlegu leikmönnum. Þetta ekki alveg svona einfalt. Þannig að þetta alltaf erfiður samanburður, en Salah að gera hluti sem að maður bara ekki skilur sér hægt að gera, sko. Þannig að ef að Salah að hlusta, verður það áfram með Liverpool? Já, það skilur maður. Segin alltaf Liverpool spurningin, missur þú svepp þegar þið tapir? Ég var brjálaður. Eða það? Já. Horfur alla leikið það? Ég ætla að segja ykkur eina sögu, þarna, kannski lýsur þess aðeins, þarna, ég kveikti einu sinni í mér. Þarna, Ágústa, hún hætti og var svona verið í jólin og dreifum fyllt af svona spritkertum út allt heimili, sko. Ótrúlega vond hugmynd. Og við búum í Logafold og ég var nýbúin að, þetta mjög mörg ár síðan, sko. Það gekk mjög illa á Liverpool og ég var þarna búin að setja þarna tvíburuna niður og ég var semst í eldhúsinu í Logafold og hérna var að lesa lifandi vísind og hallaði mér svo aftur í gluggakistuna og lesa eldgos. Finn ég hérna rosalega hita, sko, það kviknaði í skyrtunni á mér og hugsaði best að henda sér niður, sko. Ágústa var nýbúin að við búin að skipta eldhúsindi og ég vildi ekki gera það. Mynd að vera í snjór úti, hljóp út og öskraði að lýsa svona kröftur, sko. Þetta með snjóið að misminni, sko. Og hérna, eina rétta sem við gerðum að ég fór í öllu fötunum undir sturtuna, sko. Kemur rapp, sko. 11 ára þá, sko.
kemur bara svona, þú veist, eins og 11 ára strákar eru sko, og bara horfir á mig og ég bara var inn í sturtinu að rappast uppi. Já. Og heyrðu mig ekki öskra? Jú. Og hvað? Ég held bara að Leopold fengi á sig mark. Mást hvaða leikur þetta var það? Sko, þetta var ekki leikur, ég kveiknaði í mér, skilur við. En hann var nýbúin held ég að horfa á mig, hérna að horfa á deildabikarinn á móti Arsenal, það var hræðilegt, sko. Þetta geðveikt. En taldu spritgert og sóttvarnir. Kemi, ég náttúrulega með sóttvarnisbúnað sinni í verslun að alls konar tegundum við eitthvað vantar grímu eða annað slíkt. Líka í gráðinu sko. Já, algjörlega. Og þeir vilja aðeins lítið baksýnisspilin og ræða þessar fjöldatakmarkanir sem við höfum búið við núna í, hvað átt í 2 ár eða 2 ár. Hvað veist þér, var ríkisstjórnin of hlýðin sóttvarnalækni eða gerum rétt í einu og öllu að fylgja sóttvarnalækni? Það er banna að spyrja þessu spurningar. Já. Ok, það er næsta spurning. Næsta spurning er það einhvern. Hún er frá Dominos. Hvað velur þér á pítsuna henni? Sko, við gerum mikið pítsuna heima. Og hérna, sko, mín pítsa, og þetta var þannig að við vorum í brúðkaupsferðinni í Róm, sá ég þetta, og mér finnst þetta svo vitlaust að ég ákvað panta hana. Og búin borða hann síðan. Okay. Það er bara með svona parmaskingu og eggjum. Bara? Og svo ostuð. Já. Hvít, skilur ekki með þarna tomatsósu. Og hérna, og svo geggja að hafa trufluolíu og svona sko. Og hérna, þú veist, þú horfir á pítsu með eggi, really. Þetta er svo mikið rugl sko, út í til að ég bara verða að panta. Og þetta er alveg geggjað. Og hérna, svo erum við líka með svona buffalita, þá er svona hvít pizza líka. Er þetta á spælt egg? Er þetta eitt í miðunni? Já. Já, sko, þetta var eitt en ég sé kannski 2, skilur við. Okay. Þá setur við bara hrátt egg og setur við inn í opnin eða grillar þetta. Og hérna, þannig að basically, já, bakast eða. Og hérna, já, og svo er hinn pizzan sem við borðum mest, að þá er það svona hvít pizza og svona pesto og sem sagt þarna olía og tómatar og svo þarna mozzarella eða ostur þar sé buffalo osturinn. Geggjaður, svo góður. Og hérna og smá hérna basil. Já. Það er svona, það eru pizza en skilur ég borða mjög margt sko. Þannig að þetta er ekki þannig ef þú rykkur þarna pítsu með pepperoni og sveppum eða bara pepperoni. Er þetta eftir hvort að konum sé heima eða ekki? Svolítið. Ég ætla að stela einnig hraðaspurningu, ég ætla að spyrja bara beint. Hver er þinn sérréttur í eldhúsinu? Ég ætla að stilla upp sviðsmynd. Okay. Konan er að koma heim eftir langa vinnudag. Hún er mjög þreytt. Þú ert búin að kveikja á kertunum, búin að draga fram 2 stóla og þú ert búin að elda mat. Hvað eldaðirðu? Ef ég reyna að gera hana á hana. Ég svara bara báðum, já. Þarna, sko að því að hún er svona sumir áttus á því að það er kannski pínu áherslumunur. En þarna, sko ég elda mjög oft. Eitt af því sem að einfaldasti svona rétturinn sem að slæðir alltaf í gegn, að það er bakkalá. Bakkalá? Sem bara, sko við erum búin að flytja út. Ekki saltiskur eða? Jú, þarna, og þið kaupið þetta er ekki eins og í íslenskum umbúðum. Það er bara að fá þetta þarna, sem sagt, auðvitað getur útvatna saltfiski líka sem alltaf alveg magnað sko, en það er pínu, tekur nokkra daga. En þarna, þá ertu bara með svona bakkalá-stykki, nakkstykki, frosinn, og þýði það sem tekur enga stund. Þú þarna, ert svo bara með steikir þarna hvítlauk og chili. Það á líka að vera ólífur en hún ágsta minni lítið fyrir það, þannig ég sleppi því og svo bara veltur upp í hveiti og steikir hún. Það er náttúrulega rosalega mikið hvítlauk og rosalega mikið chili og svo ertu bara góða kartöflusmús og salat með. Ég kom í steið munnin. Alveg vatn í munnin. Þetta er steinleikur sko. Og svo er líka flóknari saltfiskréttir en þessi innfaldi, af því innfaldleikin er nú oftast bara mjög góður sko. Þannig þetta steinleikur alltaf. Og hérna, síðan er ég mjög mikið og mér finnst það rosa gaman að þarna, ég á bara mína þarna bolognese sósu og margir kostu við það, náttúrulega tekur svolítið tíma
þú gerir alveg frá scratch sko. Þannig að þú neyðist til þess að sötra aðeins á rauðvinnu með og stendur í því sko. Úff, já, það svolítið. En fjölskyldan alveg að fíla það. Þú verður náttúrulega að byrja sko á að gera beikoni almennilega, þannig að það er að segja bara, og þú veist, þetta tekur tíma og svona þetta er mikið gulrótum í það. Og svo er rauninni basically bara það sem er til. Það getur gaman að hafa papriku svona í lokin, sveppi og alla þessar hluti sko. Það er hérna og síðan náttúrulega í hreindýrabollur, það er nú hérna var hjá honum Alberti og Bergþóri, þannig var nú með það er svona, því að ég er nú alltaf hreindýrakjöt, það er bara uppskrift sem að þegar maður fann bestu uppskriftina þá klikkar það aldrei og svo þetta sé ég vanlegu sundarsmatni, það er að segja steikalhutan og það er hérna, hvort sem að það er naut eða lambafille auðvitað náttúrulega hreindýr og ýmislegt, það er hérna ég veit ekki hvað við langar tíma, ég elska eldamat. Sko, Þurfu ekki bara að gera annað þátt með matreiðslu þátt gulla? Málið það, ég er ekki búin að borða kvöldmat og ég sýt þetta. Leifur bara með slefið og Það komið bara taumur hérna, þetta er svakar. Þú ert gúrmei kall. Já, ég er það. Já, skálstrókar. Skál. Hvernig finnst ykkur Gambinoið? Geggjað. Þetta er gott. Ægilega gott. Taldi líka um góðan fisk, messin, lækjagötunni. Vá. Hefur þú smakað með hana? Já. Hvernig finnst þið gellurnar? Hefur farið þér? Já, ég held ég fari bara, ég fari gott að minni mig á hann því að það er ekkert sem minni mann á hann. En þegar maður mann eftir honum og ferðangað, þetta er alveg meira átt að maður. Það er þetta góð punktur. Það er ekki, leið og maður fær hugmyndina að fara messan, það er kannski bara ég. En þá fer ég á messan sko. Nei, mælu með. Stillíkur. Já. Hreyfilsmenn, þeir gera náttúrulega ekki annað en að fara frá A til B með vinni sína, þar á meðal okkur innum sem í kvöld og þeir eru ána með því, Guðlaug Þór þú verður duglegur að færa þig til í ráðuneytunum frá A til B Hvað leiði best í hvaða ráðuneyti? Hvað ráðuneyti best að vera í? Já, bara hvað leið þér best? Já Það er stóli Ég á bara ljúfa minningar frá ráðuneyti sem ég verið í, náttúrulega ég verið að heilbrigðisráðherra og svo utanríkisráðherra og hérna, nú er ég komin í nýtt alveg ótrúlega spennandi verkefni þetta var ég lengst í utanríkisráðuneytinu ég skal alveg viðurkenna það sem mjög erfiðast þegar ég fór núna utanríkisráðuneytinu var bara að yfirgefa fólki sko en hins vegar bara fór ég að hugsa að það er ekki að fara neitt skilur það er rauður í stígnum sko, bara hvað er að þér sko nú er maður kynnast mjög spennandi fólki þarna í umhverfis orku- og loftslagsráðuneytinu og það er verkefni mér veistu alveg svakalega heillandi og saman alltaf bara sannarlega gott fólk í heilbrigðismálunum og ég var þannig þegar ég hætti í heilbrigðismálunum ég þurfti eiginlega svona að temma mig niður og hætta að hugsa um heilbrigðismál því að þegar þú komin að orðin svona búin að einhvern veginn giftast málaflokknum og þú veist líka að það er verið að gera mistök hérna og svona, veist, þetta er svo erfitt sko þannig að ég bara fyrst var ég rosa upptekinn og bara, Gulli, þú verður að fara eitthvað annað, fara að hugsa um eitthvað annað því að ég líður svo illa yfir því að það sé ekki gera vel eins og hægt er að gera. Þannig að stuttasvari er bara það er mjög erfitt að gera upp milli, það er bara ég tel mig bara mjög lánsamar og bara mjög þakklátur fyrir að hafa fengið traust, því þetta gerist ekki sjálfu sér, það er vegna sem fólk studdi mig í þetta og ég hef alltaf lagt mig allan fram í þessum verkefnum og mun svo sannarlega gera það núna. Þannig að bara ofsalega margs góðs að minnast en það er líka þannig að maður verður líka meðvitaður um það að þetta er alltaf tímabundi starf. Já. Það er þarna og það er líka gott að hætta að þú bara sáttu við verkið sko og hérna við stjórnmálamenn við bara ég ætla ekki að sem einnota skilur en það er alveg frálegt ef við hugsaum þetta þannig að við hefum rétt á einhverju við hefum ekki rétt á neinu sko við þurfum alltaf að koma til ykkar og segja til ég ráða með aftur sko einmitt, og við hefum að nálgast það þannig og ég er líka þeirra skoðun að fólk ekki vera lengi á sama stað og reynda ég ætla að setja einhverju reglu þá var það þannig í ríkiskerfinu og sveitafélaginu líka að þú væri aldrei lengur á sama stað heldur en í 8 ár Nei. Ef þú ert ekki múin að klára það sem þú ætlar að gera í 8 árum þá ert ekki að fara að klára kvöldið með sko. En býtu, Dagur B, hann ætlar að taka núna 20 ár og hann segir að verkið sitt í hálfnað. Ég ætlaði að spyrja hvort þú hefur sett Putin þetta. Ég var meira að tala lýræð.
Það er Putin ég meina þetta. Já, en samt eins og þú talar þá er þetta þú ert maður fólksins og þú tekur þetta starf mjög alvarlega, þú ert að leggja mikið að þér og oft er þetta langi vinnundar eins og við rettum bara fyrir þátt er einhver hvað stefnir á að vera lengi í þessum bransa? Ég er ekki með slík markmið. Nei. Ég held að leið og ég er ekki með ástríðuna fyrir þessu, þá á ég að hætta. Já. Þú veist, ef ég leiðir ekki tilbúin til að leggja mig allan fram, þú veist, þetta er ekki venjulegt starf. Nei. Og bara, þannig að ég vona að ég bara vita því að leiða bara, þú veist, ég er bara einhvern veginn að taka hlutir sem sjálfsögðum og bara, þú veist, gera einhverja kröfu til kjósenda eða skilur þú veist þarna. Einmitt, já. Þá bara, þá bara vona ég bara, gulli, fara að gera eitthvað annað, sko. Já. Það er líka líf fyrir utan þetta, sko. En ég er bara svo lánsamur, ég hef verið pólitískur allæfi og þá er ég að tala um allæfi, sko. Ég meina, fóreldrar mín var alveg í sjokki, því kom 6 ára, skilur, bara, þú veist, bara var að berja kolmunstana og mamma spurði mig hvað ég væri og ég svaraði miklu þjósti að sjálfsögðu væri í sjálfstæðismann og þau voru bara, hvaða barn er þetta? Sko? En þarna, skilur, og ég bara byrjaði að stofna félag ungra sjálfstæði, endurrisaði í Borgarnesi og Akureyri, þú veist, og ég alveg brenn fyrir þetta. En þú, mér finnst að með að vera þetta sé þannig mál að þú ert að vera á þessum forsendum. Já. Þú verður að hafa ástríðuna. Já. En því að sem betur fyrir margir aðrir sem að vilja þetta og vonandi verða það alltaf því fleiri sem að vilja gera góða hluti og er að keppast hilli fólks því betra. Já, það var náttúrulega þegar að verða skipar á þeirra þá fóru ýmsa sögusagnir á kreik og annað slíkt já, það fóru ýmsa sögusagnir á kreik og þetta var svona allt í kringum kannski ráðarakapalina einhverju leiti svo ég taki nú bara samlíkinguna sem er kannski orðin gummul tugga í dag en House of Cards, er eitthvað þú verður lengi sem bransa upplifir einhverja svona þetta er erfitt að koma þessari spurningu orð en hvernig upplifir það? Er einhver svona hvernig er slagurinn hann að bakvið? Og er hann mismikill? Hefur hann versnað, hefur hann skánað, er enginn? Jú, ég meina hvað með góður sko. Það er ég vísi flestir svona stjórnmálaþættir sem ég sest niður og horta á. Já. Ég gefist upp með það, mér finnst þetta svo vitlaust sko. Já. Er ég að segja að það sé ekki keppni flott, jú, það er bara, jú, og og þeir sem þekkja mig vel, af því að margir halda að ég sé bara alveg svakalega góður í því, að þeir sem þekkja vel að bara vita að ég er ekkert mjög mikið að hugsa það, sko. Nei. Vegna þess að ég sé alveg menn yfir plotta sjálfum sin, sumir eru svo mikið í plottinu að ég bara, þú veist, maður er að hlusta á það og maður bara týndur, sko, þetta er orðið svo flóki, sko. Já. Auðvitað er það þannig, það sem ég kannski erfiðast í þessu þetta, að ég teka mig og vinni mínu að sagt, þú tekur eitthvað verkefni, tala heilbrigðisráðuneytið, ég meina ég held að eftirmæli mín sem heilbrigðisráðherra séu bara mjög góð, ég hef aldrei heyrt annað. Sammála því. En sko, ég er ekki alveg vissum að þegar ég gerði þetta, ég hef verið duglegur að segja frá því, sko. Nei. Og þú verður, og það er svona, að því að mér finnst óþægilt að segja, og ég gerði eitthvað gott. Já, sko. Ég er svo frábær. Já, já. Og þessna segir líka alltaf, að því það er þannig, þú gerir ekkert eitt, sko. Ég meina aftur, ég bara alltaf valið mjög góða aðstofmenn, og menna að sattu býtu, þeir svona, sko, akkurtu að hampa þeim svo mikið. Leiðtogi sem að vilur ekki hæfara fólk en þú sjálfur er bara ekki leiðtogi sko. Aldrei verið klárast maður í herbygginu? Þú ert alltaf að reyna að fá einhvern sem að sko, hefur upp. Já. Og þú verður að hafa sjálfstrust þess að bara að hafa alveg fólk í kringu þig. Já. Er það ekki líka þannig sko að með 2 jámenn þá eru allavega annarkoðar og óþarfur? Þú ert ekki að hafa neitt jámann. Nei. Engan. Því að þarna hættan er alltaf í stjórnmál, sérstaklega einhver vel og í lífinu. Viðskiptum, félagslífi, allstaðar skilur að það gengur ykkur rosa vel og þú ofmetnast og það er bara sérstakt markmið að hafa einhvern sem bara segir bara, heyrðu, þú ert bara í ruglinu sko. Já. Og það að vera út að skilur vera málefnilegt skilur en við erum búin að sjá milljón dæmi og það er mjög algengt í stjórnmálum alltaf þegar að fólk byrja að ofmetnast þá fer það niður. Já. En er það í alvörunni þannig
alltaf var að segja já, ég fatt það allavega langaði ekki að vera bara áfram utanríkisráðherra? Jú þú veist en sko þarna þetta bara samtal já þú veist þarna sko en mér langar mjög margt í pólitík sko já. þarna sko fannst mér gaman utanríkisráðherra, já mér finnst það frábært sko. Bara elskaði hvern dag sko en hins vegar það sem ég veist erfitt við að vera utanríkisráðherra er tvennt. Það er annars vegar það að því að mér finnst gaman að umgangast fólk, þetta er undirsvilt af fólki en þú eru umgangast fólki sem er að styðja þig og kringu þig. Og það er erfitt fannst mér að taka umræðina en að skilja, ég ætla ekki að fara yfir allt það sem ég var ánægð með það sem ég gerði, ég get ekki endalist en það er erfitt að fá tenginguna við nágrannin í botlanganum, skilur þú? Já, þegar þú ert að færast út allar heim og... Já, ég meina, þú veist, gerir góða fríverslunarsamninga og bara kemur rosalega ánægður heim og bara allir, já, flott ég hvað er fríverslunarsamninga? Þau skilur já. Mannréttarráðinu, já, bara var eitthvað skrifað í helstu fjölum. En hei, ég hef séð hér í Fjölnisheimilinu. Já, þú veist þannig, bara, en býtu, það er allt í ruglinn í Grávei, og hvað varst að gera? Já, ég var í Mannréttarráðinu, þú veist, það er allt kostir og gallar. Og svo skal ég viðurkenna það og ég reyndi að vera eins lítið, ég fór aldrei til útlandan nema það væri bara eitthvað markmið, ég er að fylgja einhver eftir. Ég gat aldrei verið minna, eða þú veist, það var alltaf í kringu 90 daga ári. Og það var lágmark, eða þú veist. Já. Ég fyrir henni minni var í 200 daga sko, ári. Já. Þú veist þarna, Sneið. En sko þarna, það sem ég bara segir þetta, þetta er allt kostir og gallar. Þannig að núna því ég fæ þetta verkefni, að það snerti svo sannarlega alla Íslendinga sko. Og það ég sagði það á fyrstu 5 dögunum voru fleiri sem enda námi í Íslandi heldur en á 5 árum í utanríkisráðuneytinu. Þetta er ekki nákvæm mæling, en það er 70 manns að býta viðtal við mig. Og ég er bara að reyna að skilja. Look at us, Birkir. Takk. Nei, það er ekki að því ég sé svo frábær, skilur. Það er bara því að þetta er aðal málaflokkurinn, sko. Og hér eru stóru verkefnin. Og ég er bara stoltur af því að hafa fengið þetta verkefni og ætla að gera allt hvað ég get til þess að skila því vel. Þannig að þetta er allt kostir og gallar. Og maður það líka, finnst mér, að maður má ekki verða tilfinningalega tengdur Ráðuneytinu? Já, eða bara almennt. Ég var eins og tilfinningalega tengdur lífeyrissjóði sem ég vinna hjá, sko. Og þegar ég átti að koma þess út úr því, bara, hvað var það, skilur? Þú bara þjóttu óslega væntum lífeyrissjóðin, sko. Frjálsa lífeyrissjóðin og ekki alveg væntum en það, þú veist, það er samt sem að lífeyrissjóður er sér til þess að þú ert að fá lífeyri, skilur, þú ert ekki verið tilfinningar tengdur einhverju svona hlutu, þetta er bara, sko, tæki, sko. Þannig að mér finnst bara, en þetta var líka góðu tími, fannst mér til að hætta að því að ég er ekkert sem að maður geta gert mikið meira, endalist verkefni í utanríkisráðuneytinu, sko. Og bara, ef ég væri núna, hefur verið því, þá ég væri að segja, ég er að fara að gera þetta, skilur. En það er líka rosalega gaman að takast við alveg nýju verkefni sem vísu tengist, vegna þess að sem utanríkisráðherra bara ég náttúrulega alltaf að tala um loftslagsmál, sem formaður Norðurskautsráðsins að þá voru leggja áherslu á loftslagsmál og sjálfbærni og allir þessi hlutir. En núna er maður nær fólkinu sínu og það er líka, finnst mér algjörlega frábært. Já, algjörlega. Maður kom eina bónusspurninga. Endilega. Guðlaugur Þór, langaði að verða formaður Sjálfstæðisflokksins einn daginn? Það er bara eitt af þeim verkefnum sem ég myndi örugglega njóta mjög, sko. Já. Þú veist þarna, ég er út í stjórnmál til að hafa áhrif, sko. Það er bara þannig, sko. Ég meina, og allir sem þekkja mig og ég myndi segja eitthvað annað bara, really, þú veist, ég meina, ákveður þetta að leggja allt þetta á þig, sko. Það er auðvitað þannig, en hins vegar, sko, þarna, líf mitt sendur ekkert á fellu með því, sko. Nei. Alls ekki, en jú, það væri mjög spennandi verkefni. Mér langar að taka 2 spurningar líka, bara, annars vegar, hvenær fannstu það bara að þið langaði að fara í pólitíkina? Hvað varstu gamall og hvernig byrjar að stefna þig? Alltaf ungur heyrðist mér allavega frá fyrstu svörum. Sko? Ég var á myndin, horfðu á Elton John myndina? Nei. Já, ég mun sjá hana, já. Já, sjá núna mögnuð. En hann skildi ekkert í þessu. Hann held að allir væru með bara tónlist alltaf og bara, þú veist, var endast lög í höfðinu á ykkur, sko. Og ekki þess að ég byrja saman við hann.
en þú veist, ég til þess að því að mamma sendi mig nokkurn inn í alltaf tónlistarnám sem hægt var sko, með engum árangri sko. Ég var alls ekki þar sko, mjög hæfileikalaus almennt sko, en þannig að ég hef bara alltaf verið að hugsa stjórnmál sko. Já. Bara frá því ég var bara kottnám, og ég held að það væri allir þar sko. Já. En þannig að það er vist ekki þannig sko. Þannig að það er engin tímapunktur, þetta er bara eitthvað sem að er í mér sko. Og það sem að því einhvern daginn verður maður að hætta og ekki það ég sé að fara að plana að hætta langur við frá, en það verður alveg verkefni einhvern veginn að kúpla sig frá því að þegar þú hefur mikla ástríðu fyrir einhverju að þú verður náttúrulega að lifa góðu lífi, og ég skal alveg viðurkenna það að sumir stjórnmálamenn sem hætta, mér finnst þeir ekki gera það mjög vel sko. Það er alveg dæmi fólk sem gera það mjög vel, en þarna þegar þú hættir einhverju þá verður líka bara að gefa hinu tækifæri og vera ekki eins og félagarnir í prúðuleikunum upp á svölunum sko. Bara svo ég reyna að tróða mér aðeins í skóna, grasrótarskóna á ungum Guðlaugi Þór, þannig í Borgarnesi, voru einhver svona málefni sem að brunna á þig strax, eða var þetta bara, hvernig var tíðarandinn þarna? Var þetta eitthvað sem spilaði inn í? Þessi brann á mér, og ég er ekkert að grínast með það, því að þið sagt í hálfkæringi, sko, ég þori ekki láta segja mér þessu verkum, sko. Já. Þannig að ég er ekkert að segja það að þarna, sko, ég hef alltaf rétt fyrir mér, ég takk alltaf rétt ákvörðun, en ekki vera að láta eitthvað ríkisvald eða eitthvað yfirboð segja mér sitt og stattu, sko. Nei. En umhverfismálun har alltaf verið með hugleikinn, þú finnur þegar ég er bara kornungur, tvítugt, fyrsta nefndin sem ég valdi bæjarstjórn Borgarnes var umhverfisnefndi, formaði þar. Vegna þess að við Íslendingar, og getur finnið fyrirsögn og greinum bara umhverfismálun stærstu mál okkar Íslendinga, og þá lönguðun og loftslagsmálun voru svo mikilvæg, að við erum matvælaframleiðendur, allir sem koma eitthvað hvað talaðir, bara hvað náttúrun er mögnuð. Já. Og ég er svo lánsamur og foreldrar mínir fóru með mig á hálendi því ég var kornabarn sko. Og þetta er raunveruleg verðmætt, og ég vil að barnabörnin koma til kynslóð og fá að njóta það sem ég fekk að njóta. En svo sannarlega í grunninn er þetta bara þetta. Ég bara trúi því einlæglega og bara búin til í einhver tíma. Ég hef aldrei kynst mannesku sem er ekki hæfileika á einhverju sviði. Allir, ef þú kynnist nógu vel þá finnur og sumir bara alveg ótrúlegustu sviðum. Og mér finnst bara fólk að fá að njóta þessa og hafa frelsi til þess. Og mér finnst að þjóðfélagi, og þetta er ekki lítið mál, ég hugsa þannig, hvernig getið þið tveir nýtt ykkar hæfileika? Ekki þannig að segja, heyrðu, strákar, við erum búin að ákveða hvernig það á að vera, og hér er ákveðin hólf, og þið er verið í hólfi. Ekki ganga svo hratt, þú ert að ganga þessum hraða sko. Þannig að, þú ætla ekki að sitja svona, þú ert að sitja með þessum hætti. Og einhver kynna að segja þetta þessu frasa, en þetta er það snýst alltaf stjórnmálum. Hvort að við treystum á einstaklingin. Og ef einhver segir, heyrðu, bara einstaklingin gera fullt af mistökum, já, en þú ert líka á frelsi til að gera það, mjög skadar ekki aðra. Þetta var eldraða sem ég þurfti. Ég veist þú var gott að halla mér aftur og lega mönnum bara stjórna þessu. Já, en ekki spurning að já, algjörlega. Mér langaði aðeins að koma með eina bara alveg frábruna. Hún er einfallega, það er búið að vera að kyngja niður snjó núna upp á síðkasti. Hefur einhvern veginn keyrt út af í hálku? Ég? Já. Sko, allir í Borgarnesi fá viðurnefni. Sko, mitt viðurnefni var, ég fekk 1. Nei. Veltir. Og það er vegna þess að sko, það er einskið sem gengi á 1. maí. Því að 1. mars, þá velti ég á vinstri hliðina, bleika Daihatsu-kúrunum mínum, 1. apríl á hægri hliðina og 1. maí snerti ekki bílinn. Og ég er búin að keyra svo oft út af. Þarna, það er bara, þú veist, ég geti aldrei talið upp, sko. Ég hitti átt fólk sem er með mér, sko. Og því að keyrt út af í hálku, já, mörgum sinni, sko. Ég er samt varkára eðlisvari, þannig að ég keyrði aldrei hratt nema að maður vissi að það var alveg í lagi að keyra út af, sko. Ég meina, ég ollin er í hjónaskilnaði einu sinni, ekki á mér, ég var náttúrulega ekkert giftur, byrjaði ég á, að því að það var í einni ferðinni, þá var ég á Daihatsu-kúrunum og ég var að vinna í Borgarnesi einn vetur, umboðsmaður tryggingafélags, já, gáðult og það nú var, en allt í lagi. Og það voru svo miklu snjóruðningar
og ég að keyra undir Hafnarfjalli og það var svo stutt á myndi hjólana á Dæðsakúrunum og svo ég að keyra og ég hann setna á sústjórnarfund og keyri svolítið hratt og þá byrjar hann bara að snúast eins og hann gerði oft og þá keyrði ég bara alltaf út af og svo upp aftur en þannig að keyri út á undir Hafnarfjalli og lendi á svettbúka og ég velti og þá kemur handboltaþjálfari sem heitir Óskar með fjórðaflokk stráka og hann hjálpaði mér að velta kúarnum við og hann svolítið bygglaður og ég held bara áfram og svo undir festiglu þá fer ég að snúast aftur og keyrið og þá lendi ég í skafli og þú veist þú þarf að fara út afturleran, þetta svona pínu vesinn sko og allt og setja sústundum ég var allt að setja á fundin og svo setjast þau voru þá saman voru Óskar og Íris heitir hún og Óskar segi, ég heiti Gulla Þórðar hann keyrði velti undir Hafnarfjalli og Íris bara, nei, ég heiti Gulla Þórðar hann keyrði út undir festiglu þetta var bara hávarar yfirildi sko þannig að bara, já, ég gerst svolítið þessu já, ok, ég var gladur að ég spurði veltir en þú veist, við klippum út svona ýmislegt í þættinum eða ekki? Jú, Já, ég held það rétt árum fyrir mér hraðspurningar veltir Rólegur veltir Þór Þórðarsson það er nýja farum það skaftið það bara rétt aðeins ertu með einhvern skákbakgrunn? Skákbakgrunn, hefur eitthvað telt? af því við erum í Chess of the Dark Já, ég bara hápunkturinn var bara 10 ára fjöldtefli jafntefli Friðrik Olsson toppið það er svakalegt við getum ekki toppað það sko hann er reyndar heimsmeistari já, í gamla daga sko já en Gulli samt toppað það sko já, takk gera jafntefli við einstaklingsafrek sko eitt besta skákmann allra tíma allavega á síns tíma þá er bara spurningin, ertu búin að setja í stellingar fyrir hraðspurningarnar, Guðlaugur? Ég vissi ekki að vera hraðspurningar þannig að ég veit ekki hvort ég miklu stellingum láttu hvaða uppáhalds alþingismaður núverandi og allra tíma Siggi Ólafur Thors já hann er náttúrulega ekki núverandi nei, ok, heldur þetta ekki, nei uppáhalds drykkur ekki segja neinu gin tónik uppáhalds óafengi drykkur sótavatn uppáhalds staðar í heiminum skattatúka skemmtilegast að minning í pólitík og ef þetta er góð saga, mátt alveg taka það tíma það er nú sem byrjuð margar sögu, þetta er þannig að þegar vinnur prófkjör og kostningar ég held að þessi standinu uppur því ég vann súskotningar 93 það var alveg rosaleg barátta þeir sem að voru til á þeim tíma að munna það já 10.000 manns í hreyfingunni 400 manns á sústingi já. og gríðarleg barátta frábær maður sem að ég keppti við og við erum fínir félaga núna en það var alveg og þá vorum kallað gallaböksna gengið ég því að það fór alltaf í töðuna með ungu sjálfstæðum og voru svona jakkafötum sko já. ég var ekki þar sko við mættum á gallaböksunum í t-shirt sko já. og vorum að stofna félag út all land og alveg hrikalega skemmtilegu tími og ég er nú búin að alveg komin í nógu mikið vandræði með sögum ég ætla ekkert að fara í sögum er eitthvað meira ég tróð þessarinn, spurðu er eitthvað meira óspennandi en rammaáætlun? Já Já því ég var formar umhverfisins þá eigum við þurfum að setja verndun hafs og stranda já, það er hljómarandi, það heldur ekki spes það var leiðilegri nafni sko Fyndnasti vinniðinn? Brynjar Níelsson kemur upp í hugan já. Það er rosalega gaman rugglun en ég á almennt mjög skemmtilega vini það er bara happy með það innskot, já, nei, ég kem með eftir uppáhaldsmál sem þú keyrt í gegn á Alþingi? Nýlega er það sendir frumvarpið já bara æviráning er algjör trugl og ég bara breytti þessu algjörlega úrelta fyrirkomulagi og hvernig er þetta núna? Já, sko, fyrir frumvarpið þá hefði ég bara sem utanríkisráðherra þegar ég bara geta gert einhverju sendir bara til lífstíðar og það var engin er ekki sens að gera það? Ég var alveg til í það sko. já, Leifur er klár já, þú er bara að tala með fyrir þar síðustu árum
Og ég held að það hafa miklu betri áhrif heldur en með náttu sá. Öll stjórnarnarstaðan reynda að drepa. Þorði ekki að segja Af opinberlega. hverju? Spurðu þá. Já, spurðu þá. Því að þeir reyndu allt og þeir komu satt ekki í þingsalinn til að rífast mig, sko. Þegar ég flutti málið og segja bara, hvað eru þið? Já. Það var á seint, væntanlega bara. Nei, þeir bara... þetta skera skriflegan samning það að klára mála ákveðnum tíma og því ég flytta aftur til þess að klára að ég veit ekki hvort þið átti þingsögunar á þeirra segi býtu, halló, hvað er í stjórnarnarstaðan? Er ekki að koma að leika, sko? Já. En það var bara svona baktjaldamakka að reyna að koma í vekk fyrir að ég myndi gera þessa breytingu sem ég er stoltur af. Er það sem ég skiljið þetta rétt, bara því að aftur, eins og, spyr ég kannski heimskulega, en var það þannig að þú veist, þú gast eiginlega ekki ég get ekki eftir spurt af hverju voru ósamlega grunninn, en þeir gátu heldur ekki fært rauk fyrir því þá í þingsal eða? Nei. Allavega gerðu það ekki. Nei. Vildi bara ósamlega. Okay. Og þeir bara gerðu, þú veist, þú ímsa leiðir til þess að drepa mál, sko. Já. Og það átt að drepa að því að, sko... Það tekið gamla góða málþóðið? Það sem var gert var það að því að þinglung alltaf að semja og þá bara vildur ekki klára það, sko. Nei. Þeir kom aldrei með andstöðu, alls ekki í fjölmiðlum, ekki í þinginu. Og síðan bara þannig að þarna, ég lagði alltaf ofur áherslu á þetta og það var skrifað niður að það er klárað í nóvember. Svo það klárað síðan í desember, sko. Þannig ég þarf að tala, að því að þegar mál klárast ekki, þá þarf að tala aftur fyrir því. Og maður bara, ok, þú ert á móti, ekkert mál, komdu bara, farið ykkur í máliðinu. Það var bara enginn. Nei. Það kom einn í ansvar. Og ég var bara, þú veist, bara einn í salnum. Og svo bara var þetta skriflega samkvæmum, þannig að þetta var klárað. Og ég er alltaf að býja eftir fjölmælamannum sem gengur á forystumenn stjórnarnarsins, ég bara smámál, þið gerðu allt þeirri drepa þetta mál, á hverju? Einmitt. Ok, aukaspurning sem vaknar bara upp í mér núna. Sko, ég veit að það er allir gangur á því, en fyrir svona bara þingmenn, hvað er að því að það komið þvílíkt á óvart fyrir senastu kosningar þegar að vera að tala um bara að þingseta hjá mönnum þegar mál veru gefin fyrir þing, það var bara stundum 50%, bara helmings. Bara þess að menntaskóla gangan hjá manni, sko. Já, það er samt rosalega erfitt að meta þetta, sko. Það er að segja, sko, náttúrulega, auðvitað það er nefndar starfi rosalega mikilvægt, en þetta er bara svo margt, sko. Þú veist, eitt er það að þú náttúrulega verið í samskipti við fólk. Ég meina, þú verður að koma þessum málum frá þér. Þú verður að koma með frumkvæða málum. Taka átt í umræði í þingsal og svo sannarlega í nefndum. Þannig að það er erfitt að setja svona einhvern mælikvarð á hvað er gott og svo sannarlega oft þannig að finnst manni að fólk sem er ekkert duglegt, eða flestir vísi eru duglegir, það er mjög erfitt að vera lengi að þingja á þess að vera duglegur það er þín tilfinning að flestir séu duglegir að mæta þegar þeir geta. Duglegir almennt, skilur Já. En sko ég er náttúrulega svolítið síðan ég var í þingnefndum, sko, ég reyndi nú að mæta almennt vel, en þú gætir hugsanlega bara sagt, heyrðu, þarna tíma mínu betur varið, ég veit hvað er að vera ræða, ég veit að það verður kynnt þarna, ég get lesið mér til það, sko, og ég ætla að nýta tíman í eitthvað annað, sko. Já. Þarna, ég held að þú veist, ég er mjög ósammála mörgum í þinginu, eðlilega, Já. En ef ég ætta að alhæfa eftir þennan þing það reynslu mínu, þá held ég að það sé óhætt að alhæfa að alla jafna er fólk í stjórnmálum duglegt. Það er hægt að svona auðvelt að alhæfa það. Já, algjörlega. Þá eru komin bara nokkrar hraðspurningar viðbútt, hérna. Aftur í hraðspurningar. Svolítið hægar hraðspurningar. Já, mjög. Skemmtilegast við pólitík. Skemmtilegast það? Ég lest alltaf hratt. Skemmtilegast við pólitík. Samskipti við fólk. Já. Ok. Messi eða Ronaldo? Messi. Pele eða Maradona? Maradona. Aldrei eftir syngja eða aldrei eftir tefla? Aldrei eftir syngja. Syngja eða tralla? Tala. Tralla. Tralla? Já. Syngja eða tralla? Já, hvoru tvekja hræðilegt, sko. Ég og söngur eru bara svakalega vondu kokteitt, sko. Tralla hef ég bara ekki prófað, sko. Þannig að er þetta að passa á þetta? Já, hann velur tralla. Uppáhalds hljómsveit? Já, klálega tralla. Queen, allan daginn. Já, ok. Íslenska hljómsveit? Má vera listamaður? Þetta er ekki jafn einfalt. Nei. Þá er erfitt. En þú ætti að svara strax og standa við það. Eða þú ætti ekki að standa við það, en þú ætti að svara strax. Vilhjálmur Vilhjálmsson. Já. Ektan persónulega, frábær maður. Uppáhalds listamaður?
Vá, það er bara svo uppáðs listamaður sko. Eru kvikmyndaleikstjóra með Já, listamenn? Já, ekki bara það er svo mörg að taka ekki að gera balta bara montin og segja hann sko. já, balti. Lagalegt. Skemmtilegasta minning utan pólitíkur. Skemmtilegasta minning. Og ég ætla að gera þetta aðeins, þetta utan fjölskyldunar. Basically bara skemmtilegasta minning í lífinu bara. Já. Hvað var fyrst að koma við hugan? Sko, eins og ég hef kannski búið að missa út mér, ég er svona frekar óheppinn og seinhefinn maður, sko. Eitt af því sem var að vera ræða við mig, stjórnarformaður Vatnajökulsþjóðgarðs, það var ekki beinni skemmtileg minning, en samt, sko, bara það er líka búið að hamra svo á henni, sko. Hún sagði, ég var manetti þegar þú spilaðir á Akureyravelli, spilaði með Skallagrim, sko. Mörg 100 manns. 8 kennararnir minn í Emma og sátu saman. Ég skoraði glæsilegasta markið sem ekki verið bara skorað þar sumar, heldur bara mörg sumur þar á undan. Skaut í skeitin, sem þetta var lengstur utan teig. Fjærskeitin, markmann okkur í séns. Ef við ekki tapa 13-0 þá þetta verið geggjað. Sagður við þjálfara þá, ég er ekki bara góður að tækla. Og það bara hulskast til og vöndi og bara tapa 7-1. Eitthvað að loka, Birgir? Nei, bara Guðlaugur, takk hérlega fyrir komuna. Já, þetta er búið að vera frábær skemmtun og við viljum bara að sjálfsögðu þakka maður sjá Barjón Mósó, Ripley, Payday, Kölska, Aha Kemi, Loop. Já, Birgir, þú kannski rétti mér eina Loop hérna. Já. Messin og Dominos. Takk hérlega fyrir að hlusta, Guðlaugur Þór aftur. Virkilega gaman að fá þig. Sjáumst á vikuliðinni. Takk hérlega. Takk.